Velkomin í umræðuna. Í dag tökum við fyrir texta sem hefur, vafalítið valdið jafnmiklum heilabrotum og innblæstri aldirnar. Þetta spáþómur Jesaja til Akasa konungs á 8. öld fyrir Krist, þar sem spámaðurinn segir að ung kona munu fæða son og nefna hann Immanuel, sem þýðir jú Guð með oss. Nákvæmlega, og svo mörgum öldum síðar, 7 öldum síðar til að vera nákvæm, þá birtist þessi nákvæmlega sami texti í Matteusarguðspjalli og þar beinlínis tengdur við fæðingu Jesú af Maríu mey. Þetta hefur skapað svona gríðarlega áhugaverða spennu sem hérna kjarninn í umræðu okkar í dag. Meginspurningin þessi: var þetta frá upphafi spáðómur Messías sem rættist á bókstaflega í Jesú, eða var þetta fyrst og fremst skilaboð til konungs í lífshættu sem Matteus endurtúlkaði síðan á guðfræðilegan hátt? Ég hallast að fyrri kostinum að hér séu að ræða beinan Messíasa spáðóm sem afhjúpar guðulega áætlun. Og þar liggur einmitt ágreiningur okkar. Ég tel nefnilega til að skilja Jesaja verðum við að byrja. Og eiginlega enda í hans eigin heimi á 8. öld fyrir Krist. Ég lít svo á að spádómurinn hafi verið sögulega og pólitískt skilyrtur og að notkun Matteusar sé vissulega snjöll, guðfræðileg yfirfærsla en ekki bókstafleg uppfylling á upphaflegum ásetningi spámannsins. Byrjum þá á mínum punkti. Fyrir mér uppfyllingi spáðóma í Jesú ekki eitthvað aukaatriði, heldur lykillinn að því að skilja Gamla testamentið í heild sinni. Þetta ekki eins og Matteus að fletta getnum, gamlar bækur til að finna eitthvað sem passar við Jesú. Hann trúir því að heilagur andi hafi talað gegnum Jesaja og haft fæðingu Jesú í huga frá upphafi. Áætlun Guðs svona ofinn í söguna. Og besta sönnunargagnið fyrir þessu finnst mér vera textin sjálfur. Matteus vitnar ekki í hebreska frumtextan þar sem notaður orðið alma fyrir unga konu. Hann notar grísku þýðinguna Septuagintu sem var gerð af jýðingum sjálfum 250 árum fyrir Krist. Sú þýðing notar orðið parthenos sem merkir ótvírætt mey. Já, en byttum við að því að þetta er náttúrulega algjört lykilatriði. Þú segir að þetta sýnir fram á guðlega áætlun. Ég segi þetta allt öðruvísi. Ég segi þetta þróun í túlkun, ekki upphaflegan ásetning. Förum aftur til ársins 735 fyrir Krist. Akas konungur dauðhræður. 2 herir frá Sýrlandi og Samaríu standa við borgarhlið Jerúsalem. Þeir ætla að steypa honum að stóli og þá kemur Jesaja til hans og segir: ekki óttast, Guð mun gefa þér tákn. Hvers konar tákn hefði þýðingu fyrir mann í nákvæmlega þessari stöðu? Táknum guðlega mátt væntanlega og fyrirheitum framtíðina. Einmitt. En hversu langt inn í framtíðina? Ef Jesaja hefði sagt: heyrðu Akas, róaðu þig, eftir 700 ár mun mey fæða son og þá verður allt í lagi. Þá hefði það verið innantóm og næstum fáránleg hugreisting. Það hefði enga merkingu haft fyrir hann. Táknið varð að vera áþreifanlegt og tímanlegt. Orðið alma á hebreisku þýðir einfaldlega ung kona á giftingaraldri. Líklegasta skýringin sú að Jesaja hafi verið bend á ungu drottninguna í höllinni og sagt: hún mun fæða son, erfingi á krónunni og áður en sá drengur kann skila góðu og illu verða þessi 2 konungar sem þú óttast horfnir á sjónarsviðinu. Þetta var lofurð með fyrningardagsetningu. Þetta var beint svar við bráðri ógn. Ég skil alveg þessa þörf fyrir sögulegt samhengi, en ég held að þú sér það vanmeta dýptina í textanum. Þú talar þróun í túlkunin svo hún sé mannlegt páfund. Hvað ef sú þróun var undir leiðsögn Guðs? Sú staðrenda fræðimenn gyðinga sem þýði textan yfir á grísku völdu orðið parthenos, mey, sýnir að þeir sáu þeirrar dýpri messiasarlega merkingu í þessum texta longu fyrir daga Jesú. Þeir skildu að alma gati þessu sérstaka samhengi vísa til einhvers meira en bara venjulegra ungra konu. Matteus því ekki að finna upp hjólið, hann stendur á öxlum á guðlegri túlkunarhefð sem var þegar byrjuð að sjá að þetta tákn var of stórt til að geta aðeins átt við son Akasar. En þú svaraði samt ekki kjarnanum spurningunni. Hvaða gagn var í þessu fyrir Akas? Jafnvel þótt við gefum okkur að það hafið einhver dýpri merveting, þá verður frummerkingin að það staðist.
Að mínum mati þetta dæmum að lesa síðari tíma guðfræði aftur inn í eldri texta. Notkun orðsins alma var fullkomlega skýr fyrir upprunarlega áheyrendur. Tákni var fæðingun sonar, líklega Hiskija sem tók við á honum sem tryggdi að Davíðsættin mundi lifa af. Þetta var sýnilegt og skiljanlegt. Að halda því fram að aðalmerkingin hafi verið falin og myndi ekki koma í ljós fyrir en öldum síðar gerir í raun gissi aðstæðum Akas. Það er svo að segja við mann sem að drukkna að það komi björgunarskip eftir viku. Það er kannski hér sem við sjáum málið á ólíkan hátt. Þú lítur á spádóminn sem lausn á vandamáli Akas, ég lít á hann sem afhjópun af vandamáli Akas. Við megum ekki gleyma því hvað gerðist næst. Akas hafnar í raun tákninu. Hann segist ekki vilja freista drottins, en það er, þú veist, falsk guðrækni. Sagnir Ríta Bökundar segja okkur svo að hann hafi farið tvett gegn ráðum Jesaja, leitað á náðir Assyríu og jafnvel fornað eigin síni í heiðnum sið. Vantrú hans er algjör og það er einmitt punkturinn. Spádómurinn Immanuel, Guð með oss, er ekki bara hugreisting. Hann verður dómur yfir konunginum sem treystir ekki Guði. Hann sýnur fram á þörfina fyrir alvöru Immanuel, fyrir betri konung sem myndi treysta Guði fullkomlega. Spádómurinn var því ekki bara stærri en Akas. Hann var beinlínis svar við breyskulka hans. Þetta er mjög snjallt rökfærsla og ég sé alveg hvart þú ert að fara. En ég held samt að þú sért að forna hínu sögulega fyrir hí guðfræðilega. Með því að færa alla áhersluna á Jesú erum við í hættu á að tæma spádóminum gildi sitt fyrir fólki sem hýrða hann fyrst. Jesaja er svo nákvæfur. Hann segir, áður en sveinin kann að hafna illu og velja gott, verður land beggja konungana sem þú óttast í eyði. Þetta er bein og mælanleg tímasetning og sagan staðfestir þetta. Innan fárra ára voru bæði Sýrland og Samaría lögð í rúst af Assýríu, nákvæmlega eins og Jesaja sagði. Spádómurinn rættist bókstaflega fyrir augum samtímafólksins. Ef við horfum framjá þessari beinu sögulegu uppfyllingu, erum við ekki að virða textana hans ekki forsendum. Erum við ekki að segja að Guðs orð til fólks í neyð hafi í raun ekki átt við það, heldur einhver aðra langt í burtu. Ég er ekki að segja að hún hafi ekki átt við þau. Ég er að segja að hún hafi haft fleiri en eitt merkingarlag. Hugsa þetta eins og laug. Sögulega samhengið er ysta hýðið. Það er raunverulegt og mikilvægt. En þegar við flysjum það af, finnum við dýpri lög. Matteus, undir leiðsögnu andans, er að sýna okkur kjarnan. Fyrir honum er þetta ekki spurning að finna einhverja lauslega hlýðstæðu. Þetta er ekki bara það sem sumir kalla típológíu, þar sem einn atburður er notaður sem fyrirmyndaða típa fyrir annan. Fyrir Matteus er þetta opinberun. Loforðunum Guð með oss var aldrei bara ætlað að leysa eina pólitíska krísu á járnmald. Það var fyrirheitum endanlegar nærveru Guðs meðal fólksins. Sögulega atburðurinn var aðeins forsmekkurinn. Nú nefnir þú lykilhugtak, típológía. Ég tel einmitt að það sé nákvæmlega það sem Matteus er að gera. Og ég líti ekki á það sem eitthvað neikvært. Þvert á móti. Þetta er snildarleg, guðfræðileg aðferð. Það er eins og hann sé að segja við lesendur sína sem þekktu Gamla testamentið út og inn, muniði eftir sögunni Akasi þegar Guði lofaði nærveru sinni miðju örvendingu, það var eins og skuggamynd eða forleikur. Það sem er að gerast núna með fæðingu Jesú er aðalverkið sjálft. Svo hann er ekki endilega að segja að Jesaja hafi séð Jesú fyrir sér í smáatriðum. Nei, hann er að nota þekktan sögulegan atburð sem spegil til að hjálpa okkur að skilja dýptina og mikilvægið í sögunum Jesú. Þetta er öglugt, en það breytir ekki upphaflegri merkingu fyrir Akas. En sérðu ekki að með því að kalla þetta bara típológíu, ert að draga úr mætti spáðómins. Þú ætti að gera hana mannlegri túlkun frekar en guðlegri opinberun. Fyrir mér rannstann sem Matteus dregur upp á milli Akas og Jósefs sönnu þess að þetta er meira en bara bókmenntalegt brag. Þetta er ekki tilviljun. Við erum með 2 menn að Davíðsætt. Annar er konungur, Akas, hann heyrir orðu Guðs beint frá spámanni, en efast, hafnar tákninu og veldur þjóð sinni skaða með vantrú sinni. Hinn er lástettar trésmiður, Jósef, hann heyrir orðu Guðs í draumi í gegnum engil. Samt treystir hann og hlýðir. Með þrúsinni og hlýðni gerir hann hjálpræðis áætlum Guðs mögulega. Spáðómurinn er því ekki bara hvað gerist, fæðingu barns, heldur hvernig Guðs nærvera Immanuel verður að veruleika. Hún verður ekki að veruleika í gegnum vantrú og vald konunga, heldur í gegnum traust og auðmýkt hins réttláta. Þetta er of djúpt til að vera bara tilviljunarkennt hlýstaða.
Sko, ég algjörlega sammála við sem andstæðu. Hún einn af hápunktum frásnar Matteusar. En ég dreg aðra ályktun af henni. Fyrir mér styrkir hún einmitt sögulegu túlkunina. Hún sýnir fram á munin á þessum tveimur aðstæðum. Vantrú Ákasar kallað á táknum áframhald konungsættarnar, líkamlegt sýnilegt tákn í formi erfingja sem fættist á eðlilegan hátt. Þetta var Guð að vinna innan ramma mannlegra sögu og breyskleika. Trú Jósefs var hins vegar forsenda fyrir einhverju alveg nýju, fyrir nýri sköpun, fyrir því að Guð kemi inn í heiminn á fordæmalausan yfirnáttúrulegan hátt. Þetta eru tvær ólíkar en vissulega tengdar sögur. Ein guðlega tryggð við ættarlínu þrátt fyrir mannlegan breyskleika, hin guðlegan mátt sem birtist í gegnum mannlega uppgjöf. Matteus tengir þær saman á meistaralegan hátt, en það gerir þeir ekki að einu og sömu sögunu frá uppgála vega. Í mínum huga það samt ein samfelld saga. Að lokum ég samferðu að notkun Matteusar sé ekki bara snjöll endurtúlkun, heldur opinberun á dýpstu og sannustu merkingu spádómsins. Fyrirheitið Guð með oss var frá upphafi of stórt og of mikið til að geta einskorðast við þar þröngu pólitísku aðstæður sem Akas konungur stóð frammi fyrir. Það var lofurð sem átti eftir að vaksa í skilningi og dýpt í gegnum aldirnar þar til að náði hámarki sínu og sinni endanlegu uppfyllingu í persónu Jesú Krists sem hinn sanni og eilífi Immanuel. Og fyrir mýrtleiti þá ítrekka ég mikilvægi þess að virða sögulegt samhengi textans. Spádómurinn var brýnt ávarp til þjóðar í kreppu, hann var loforðum björgun sem var skiljanlegt, viðeigandi og síðast en ekki síst uppfyllt fyrir fólkið á 8. öld fyrir Krist. Guðfræðileg dýpt Matteusar óumdeilanleg og stórkostleg, en hún ætti ekki að skyggja á upprunalega sögulega merkingu textans. Við mögum ekki láta þessi flottu guðfræði verða til þess að við gleymum fólkinu á gólfinu, fólkinu sem Guð var að tala til í raunverulegum aðstæðum hér og nú. Við þó greinilega sammála að þessi spenna milli hins sögulega og hins guðfræðilega það sem gerir þennan texta svona heillandi. Hann sýnir á áhrifamikinn hátt hvernig lofvort Guðs og flókin mannlega saga takast á. Ágreiningur okkar snýst í grunninn eðli tengingarinnar. Uppfyllingin í Jesú eitthvað sem var innbyggt í DNA spádómsins frá upphafi, að bíða eftir að verða afhjúpuð? Eða hún síðari tíma guðfræðileg tenging, innblásin og djúp, sem varpar nýju og öflugra ljósi á eldri atburði. Það spurning sem sess virði að glíma við. Hvernig tala þessi tekstur saman yfir hyldýpi aldanna og hvaða þýðingu hefur það fyrir okkur í dag að Guðs vilji birtist í gegnum jafn flókna og oft ófullkomna sögu og saga mannkyns Það ljóst að fleiri sjónarorn og djúpri meringar bíða þeirra sem kafa ofan í þessi fornu rit.